Herjakagar langar aðeins að útskýra nokkur atriði varðandi þetta skiljaverkefni. Það fyrsta er staðalform og staðalform er eitthvað sem við notum til að skrifa tölur sem eru annarkvort mjög stórar eða mjög litlar. Þannig að hérna erum við með nokkuð stóra tölu og nokkuð litla tölu. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að taka þessar tölur og breyta þeim. Þannig að ég ætla að segja að þessi stóra tala er það sama og að skrifa þetta 1,07543 sinnum 10. Og þið sjáu hérna munurinn á þessari tölu og þessari hérna tölu er þessi komma. Hún er búin að færa svolítið til. Hérna vinstra megin er komman eiginlega hérna, en hérna hægra megin er komman komin hingað. Og það sem við þurfum að gera, við þurfum að telja hversu mörg sæti höfum við fært þessa kommu. Þannig að þessi komma hefur farið 1, 2, 3, 4, 5 sæti. Og þá getum við skrifað 5 hérna í veldinu. Ok, ef við erum með svona litla tölur, þá viljum við skrifa það sem 2,75 sinnum 10 og þannig að við erum að færa kommuna héðan 1, 2, 3, 4 sæti. Nema þá gerum við í -4. Þá þurfum við með litlar tölur. Þannig að þetta veldi hérna, þetta hérna og þetta hérna, það segir bara til hversu mörg sæti eru að færa kommuna. Ok, það er staðalform. Skoðum núna aðeins einingar. Nú hérna er tafla með mismunandi forskeytum og algengustu forskeytin er svo senti, milli, kíló, að við tölum kílómetr, sentimetra, millimetra og svo framvegis. Og hérna stendur að 1 sentimeter eða SM, það má líka skrifa SM, ég er bara svo vanur að skrifa cm. 1 cm er 1/100 meter. Þá getur skrifað svona 1/100 meter. Ég get líka skrifa bara, sem er kannski þægilegra, að 100 cm er sama og 1 meter. Og ef þið munið ekki að 100 cm er sama 1 meter, þá getur alltaf hugsað bara ykkar eigin hæð. Þess að ég er 177 cm og ég veit að það er sama og 1,77 meter. Og munurinn á þessu og þessu er að ég er búinn að færa kommun 2 sæti. Þannig að komman er hérna vinstra megin og ég er búinn að færa kommuna 2 sæti og þá birtist hún hérna. Þannig að af því það eru 2 sæti og þá þýðir að þetta jafngildir 100 cm. Þá er það að færa kommu 2 sæti. Eins, við getum skrifað, kannski ef við erum með 250 cm og við ætlum að skrifa þessi metrar, þá getum við sagt að 250 cm er sama og 250 deilt með 100 metrar og það er sama og 2,5 metrar. Ok, ef ég ætla til dæmis að finna hvað nanómeter er mikið, segjum að ég sé til dæmis með 450 nanómetra, það er eitthvað mjög lítið. Sjáum hérna, nanómetrar hérna og þetta er 1
1000 milljónasti og það samsvarar því að gera 10 í veldinu mínus 9. Þannig ég get skrifað þetta hérna, nanometer, sem 450 og í staði fyrir þetta n hérna sem er nano, og þá get ég bara skrifað sinnum 10 í mínus 9. meter. Og þá get ég reiknað þetta út og þá fæ ég einhverja aðra tölu út úr því. Ok, nú tölum núna þessum flatarmál. Þannig að við vitum það að 100 cm er 1 meter. Nú þegar við tölum flatarmál að þá tölum við fermetra eða fercentimetra. Og þá er alltaf cm í öðru veldi eða m í öðru veldi. Þannig að sem ég get gert, ég get tekið þetta, sett þetta í annað veldi, ég get tekið þetta og sett þetta í annað veldi og þá fæ ég að 100 sinnum 100 sem er þá 10.000 fercentimetrar er sama á 1 fermeter. Þannig að 100 cm er sama á 1 meter, en það þýðir að 10.000 fercentimetrar er sama á 1 fermeter. Ok, nú ég get líka heimfært yfir á rúmmetra. Ég get sagt að byrja með það að skrifa að 100 cm er sama á 1 meter. Ég get sem sett þetta allt saman í þriðja veldi. Þá er ég að setja þetta líka í þriðja veldi. Þá fæ ég 100 í þriðja veldi sem er 2, 0, 3, 4, 5, 6, 0. Þannig ég fæ að 1.000.000 rúmsentimetrar er sama á 1 rúmmeter. Þá get ég unnið með þetta. Mér langar aðeins að taka hérna fyrir skiljaverkefnið. Bunda okkur að eittina. Það lítur svona út. Þannig að þegar þau til dæmis að reikna hérna dæmi 7, kíkja dæmi 7, þá eða að reikna út rúmmál. Og rúmmál er ekkert nema breidd, lengd og hæð, margfalda saman. En það kemur hérna í B-lið hvert er rúmmál kassans í rúmsentimetrum. Þá getur verið þægilegt að einfaldlega breyta 6 metrum í 600 cm, breyta 2 metrum í 200 cm og 3 metrar verða 300 cm og þá getur bara margfalda 600 sinnum 200 sinnum 300 og þá ættir að fá út rétt svar.